Í myndinni var ekki fjallað mikið herstöðvarlífið nema í stuttri senu þar sem Ragnar skutlar fullan mann frá bænum til Keflavíkurstöðvar, sem gerist í kringum byrjun kvikmyndarinnar. Annars var herstöðvarlífið á Íslandi lýst í gegnum æfingar herliðsins og vöktun. Þar á meðal fengin þjálfun í ljósflugsæfingum og skotfimi sem var algengt í daglegu lífi hermanna. Herinn hafði líka einnig mikið frítíma og hermönnum var boðið á ýmsar skemmtanir, svo sem diskótekur, veitingastaði og alls konar aðrar samkomur. Oft voru haldnar samverustundir þar sem hermenn og íslenskir borgarar gátu hitt og talað saman. Þessar stundir voru mikilvægar fyrir bæði hermenn og íslenskt samfélag, þar sem þær stuðluðu að betri skilningu og samvinnu milli tveggja hópa. Þrátt fyrir að herstöðvarlífið væri strangt og skipulagt, var einnig gætt þess að hermenn gátu slakað á og notað tíma sinn vel á Íslandi. Þegar hermennir komu til Íslands, það var mjög mikið spurningamerki á Íslandingum. Þeir skildu ekki alveg hvað var í gangi, og á þessum tíma þegar hermennir komu fyrst, þá var ekki töluð mikil enska, bara mjög lítil, af því það var aðalega kennt íslensku og dönsku í tungumálum, og Íslendingar svolítið misskildu þetta í byrjun. Það voru margir mjög pirraðir, margir mjög ósáttir og skildu ekki alveg af hverju það voru hermenn að koma og svolítið bara koma yfir bæinn. Það dó einn Íslendingur við þetta, og eins og er sagt að þá er þetta svolítið mikið spurningamerki, en þetta þróaðist vel með tímanum að hermennir komu til Íslands, en í byrjun var þetta mjög mikil skildi ekki okkur, þess að það var bara læst Reykjavík og það var ekkert að komast inn eða út, og það var bara, þau föttuðu ekki hversu góð áhrif þau myndi hafa út af því þau gátu ekki tala saman. En samskiptin við hermenn í byrjun voru ekki mjög góð, en verða mjög góð seinna eins og voru rætt um, og þeir höfðu góð áhrif á Ísland, en bara fólk í byrjun áttuðu sig ekki á því, og bara eins og með tímanum að atvinna fór, atvinnuleysi bara hvarf, það var mjög létt að finna vinnu. Þetta hafði allt góð áhrif á Ísland og var svolítið steinn sem rúllaði niður, sem var bara hafa mjög góð áhrif á Íslandi í höfuð, en bara fólk skildi ekki hermennina í byrjun, og eins og var mikið sagt í bókinu að það var bara misskilningur. Það var svolítið stór misskilningur sem bara hefði getað komið vekk fyrir ef þetta hefði ekki verið meira planað, og ekki sinni meira planað, bara fengi eitthvað sem gat talað og útskýrt fyrir fólki. Það sjálfsögðu ekki hægt að útskýra fyrir öllum, en það þurfti smá samskipti svo fólk getur skilið þetta betur. En þetta hafði allt á endanum mjög góð áhrif, eins og við höfum sáum bæði í myndinni og í bókinni. En þetta þróaðist allt rosalega vel og gerði það með öllum árum sem hermennir voru þangað til þeir fóru frá landi 2006. Thomas Ian hérna. Langt frá því að Bretar hermdu á landið árið 1940 höfðu Íslendingar verið að græða þeim. Í bókinni 79 stöðinni er þetta náttúrulega amerískir hermenn, að því þeir tóku við vaktinni að Bretum 1941. Það sem þetta hernám gerði fyrir Íslendinga á þessu tíma var að þetta reif á upp úr því að vera bláfátæk þjóð yfir að vera fjárhagslega velstæð. Og það gerðist út af því að hermennir með þeim komu fullt af vinnum til að sjá hana, þó fötin eru á okkar, áskonar annað. Og það bara gerði það verkum að allir sem vildu vinnu gátu fengið vinnu, þar sem það voru ekki mjög mikið atvinnuleysi en áður fyrir hermennina. Með þessar konur byrjuðu að vinna og höfðu þær bráðið verið húsmaður og ekki verið að vinna mikið.
Og síðan náttúrulega byrjuðu við líka að selja fiskinn. Okkar almennilega. Erlendis að. Gætum fullt á því. Bókin 79 á stöðinni gerist aðeins þetta 1955. Og þá eru bandarísku hermennirnir á landi. Og Íslendingar eru ennþá að græða fullt af þeim á þessum tíma. Svo okkar hann Ragnar, leigubílstjóri, græðir fullt af fullum hermennum sem þurfa að fara niður á Keflavíkurflugvöll. Það sem náttúrulega byggu þar. Myndir sýna okkur líka þetta, það sem eru alls konar atriði að Ragnar er að græða peninga þeim. Halló Guðjón, þetta er verkefni okkar, podcast eða svona vídeóverkefni okkar 79 á stöðinni. Sem sagt, og ég ætla að fjalla braggahverfi og herstöðvar hermanna á Íslandi. Sem sagt, herinn hafði reist svona tímabundna búsetuaðstöðu í formi braggahverfa. Þeir voru sem sagt gerðir úr bárujárni og tré og þeir litu svona út eins og svona hálfar tunnur. Ef þú tekur svona tunnu og skerð hana langsum og þá leggur hana svona niður og eru svona kúftir og svona eins og hálfur sívalningur. Þessi braggar eða svona herskálar voru frekar einfaldir og litlir og kaldir. Áttu sem sagt upprunalega að vera bráðabirgðalaust. Þetta kemur einmitt fram í bókinni, þá hérna á vellinum, Keflavíkurvelli, þegar hann Ragnar skuttlar einum hermanni þangað og þá fær maður að sjá aðeins svona hvernig þetta lítur út og hvernig ástandi var á þessum svæðum. Þetta voru sem sagt bara einfaldir svefnskálar, ekki mikil eldhúsastaða, sameiginlegir salerni og sturtur. Þannig að þetta var svona þetta voru engin góð hús, getur maður sagt. En þetta voru sem sagt húsin fyrir lægri setta hermenn en þeir sem voru æðri höfðu þá betri aðstöður. Já, það var minn partur og nú tekur svo næstu við. Ég að tala hermenn og herstöðarlífið í bókinni og myndinni 79 á stöðinni. Og já, í bókinni og myndinni þá voru hermennir oft lýstir sem drykkfeldum og einmana oft frekum einstaklingum. En það er líka dregin mynd af þeim sem fórnarlömbum út af aðstæðum þeirra. Þeir eru ungir menn sem eru í framandi landi og eru ekki tengdir sínum slóðum, fastir svona ákveðnum lífstíl og aftengdir samfélaginu sínum. Og það er eiginlega bara séð á frá sjónarhorni Ragnars aðalpersónunnar sem er þarna leigubílstjóri og skuttlar meðal hans einum heim í byrjun myndarinnar og það sem hermann er drukkinn og ringlaður og er farmaður herstöðina og sýnir svona smá hversu slitið sambandi er milli Íslendinga og hermanna. En herstöðin sjálf er aldrei lýst svona í smáatriðum en áhrif hennar eru áberandi á íslenskt samfélag. Það var alltaf talsverð spenna milli landsmanna og líka hermanna varðandi þá og já, það voru einhver sem sáu hermennina sem efnahagslega kosti en aðrir voru móti og töldu að vera ógn íslensks sjálfstæði og menningu líka, þar sem þeir komu með mikið af vörum og flutning frá Bandaríkjunum og svo líka mikið umdeilt einmitt hvernig hermennir voru oft að laða íslenskar konur til sín með þá peningum og
glæsilegri lífstíl heldur en var í boði hér á Íslandi. Og já,